Já, við skulum þá líta á annan fyrirlestur og við ætlum að fara yfir gátlistan fyrir fyrsta stigs deildajöfnur á þessu formi hér, þar sem að hægri hliðin er formúla sem inniheldur óháðabreytuna x, það er raunbreyta svo við getum talað samfelld föll og y er fall af x. En áður við byrjum skulum við tala um nokkur atriði sem er gott að rifja upp og við skoðum til dæmis tangensfallið og það er skilgreint frá mínus pi aðrir upp í pi aðrir, skorða við þetta opna bil hér og útkoman er rauntala og myndin sem við gerum okkur af þessu eða fallarhittið þá kannski einhvern veginn svona. Hér er lóðfella í mínus pi öðrum og hér oddstætt fall og þetta lítur hvernig svona út. Við getum alveg notað sömu formúlu ef við viljum steikna þennan hérna feril. Þetta er frá þessum hefur formingi pi aðrir upp í 3 pi aðrir. Til dæmis bara með því að hliðra inntækinu, þá myndum við segja að hér getum við notað tangens af x mínus pi aðrir byrja þar og setjum inn x á bilinu frá pi aðrir upp í 3 pi aðrir, svona einskorðið annað bil. Og svo höfum við til dæmis fyrir þetta hérna fall andhverfu, þetta er arkatangens og arktan það tekur inn rauntölur og skilar tölum á þessu hérna bili frá mínus pi öðrum upp í pi aðrir og ferill arkatangensins er þá svona. Hér er lágfælla segjum bara epsilon játt og mínus pi aðrir og hérna er epsilon játt og pi aðrir drögum aðeins upp ásana í ásinn og hérna x ásinn og lítur einhvern veginn svona út arkatangansinn. Á sama hátt getum við fundið arkatangans fyrir þennan hérna gráa en hann myndi lenda hingað upp og komist þá hér í annarri hæð svona, ekki að króta hann í þetta en við skoðum þetta aðeins betur eftir og þess vegna getur verið þægilegt að segja allt í lagi hvað er segjum arkatangans, hvað er arkatangans? Arktan af x. Þá getum við skilgreint stóra arktan af x sem er þessi og svo getum við lyft honum upp. Ef k er 0 þá fáum við bara þennan. Ef k er 1 þá fáum við þennan, lyftum þessum hérna punkti upp pi og þá sér hverjum öðrum punkti eða k getur verið mínus 1 þá ferum við hingað niður og almennt getum við sagt bara að k er aftur á móti heiltala svona. Og annað fall sem að skoða líka það er kósinus alltaf tekur inn rauntölur en skilar útkomu á þessu bili hér og núna á eftir þá höfum við áhuga á núllstöðumengi kósinus. Þetta er 1 hér sker hann x ásinn og þetta er í pi öðrum
getur ykkur lággildi, mínus 1 og upp aftur. Getur ykkur lággildi í x er pi og hérna er 3 pi aðrir og svo er hann samhverfur í jafnstætt fall, svona einhvern veginn. Hérna þá mínus pi aðrir, lággildi í mínus pi, svona. Og hér er þá mínus 3 pi aðrir. Við höfum þá núllstöð þar. Og svo segir maður stundum, bara með svona skrautskrufuð enni, núllstöðamengi kósinus. Það eru tölur þessar gerð, segjum bara að við miðum allt við pi aðra, það fáum við 0. Og svo heilt margfeldi af pi. Og svo þurfum við að segja hvað k-ið er. K er bara heiltala. Sem sagt hérðan og hingað, hér á milli er pi, hér á milli er pi og hér á milli er pi. Bil á milli núllstöða. Þá skulum við kannski eitt en já. Við notum oft það að við höfum lært ræðastikun rings. Skulum segja til dæmis að við viljum einfalda jöfnu á þessu hérna formi, kósinus af y pluss tangens af y er eitthvað, segjum bara zeta. Og þá er ekkert augljóst mál, segjum við viljum leysa þetta fyrir y, hvernig við sækjum y. Segjum þetta sé lausn á einhverju jöfnu, það er að segja niðurstaða, og við viljum sækja y, og við getum náttúrulega nota vélar og prófaði að nota solfskipun í MATLAB og annað, en það notum við það. Og stundum látum við staðan og segjum bara gott og vel. Í þessari jöfnu, við erum að leita að fallinu y, er y fólgið fall af í. Við höfum lært ræðastikun rings og regluþalisar, og ein af ástæðum þess að við eyddum miklu púður í það er að skilja til dæmis hvernig við getum umritað svona jöfnur, þannig við getum leyst fyrir í. Segjum við kannski að t er alltaf tangens af, hér lítum við, segjum bara y sé horn, eða eitthvað horn bara, og þetta er þá tangens af einhverju horni. Þetta er bara til þess að gera tungumáli þjált, y er bara fall náttúrulega, og t er tangens. Og þá munum við að kósinus af í er 1 mínus t-öru móti 1 pluss t-öru. Sinus af í væri þá 2t á móti 1 pluss t-öru. Tangens, það er af í er sinus á móti kosinus, þá fáum við brotabrot. Þetta hérna fer upp á strikk, þetta fer undir strikk, og nefnararnir styttast út, og við fáum þá, myndum við fá 2t á móti 1 mínus t í öru. Svoleiðis að ef við beitum nú þessari umritun á þessa jöfnur til dæmis hér, þá sjáum við að þetta verður sama og að segja 1 á móti kosinus, þá fáið 1 pluss t-öru á móti 1 mínus t-öru, og svo tangensin verður 2t á móti 1 mínus t-öru, og þetta á að vera að setja, og við getum einfalda þetta fyrst. Þarna við þurfum ekki að gera samnefnt, við fáum bara 1 pluss 2t pluss t í öru á móti 1 mínus t í öru, og enn einföldu við, þetta er sem sagt 1 pluss t í öru, og í nefnar höfum við 1 mínus t, 1 pluss t, og þá styttist út heill þáttur, fáum 1 pluss t á móti 1 mínus t. Þetta á að vera eitthvað seta. Svo munum við kannski eftir þessar reglu hér, sem við hefðum okkur í arkatangasverkefninu, að ef að a er eins og 1 mínus b deilt með 1 pluss b, þá er b, það hefur nákvæmlega sama form, 1 mínus a á móti 1 pluss a.
Þannig í þessari jöfnu hér, við ætlum að setja hann á rétt form, þá ættum við að skoða 1 mínus mínus t pluss, kemur mínus mínus, á móti 1 pluss mínus t. Þess að mínus t er þarna eins og í hlutverki b-sins hér á ofan. Svona. Og þetta á þá í þessu dæmi að vera eins og setja mínus t. Það er 1 mínus zeta á móti 1 pluss zeta og svo myndum við kannski margfalda í gegn þess að einangra t-ið og fáum þá zeta mínus 1 hér og zeta pluss 1. Svona. Við höfum þessar umritanir í huga og aftur tekið fram að við höfum vélar til þess að leysa svona og til þess að svara þeirri spurningu strax hvort við þurfum að hafa áhyggjur á svona flóknum umritunum á prófi. Þá myndi maður reyna að forðast það í lengstu lög. En við viljum samt vita að þetta er hægt. Þá skulum við byrja á gatlistanum. Hér erum við alltaf einbeitt okkur þessari jöfnu, kanonísku jöfnunni f af x, y, þar sem y er fall af x. Og x er, kannski bara einhvert rauntalna, bil, kallum það y, og y getur sammengi bil eða annað, en það er alltaf einhvert formengi, maður hugsa þá þetta y sem einhvert formengi fyrir x-in sem við viljum alltaf líka vita. Við viljum finna formúlu og formengi. Fyrir höfum við ekki fall, stundum höfum við ekki fall, heldur bara ferla. Við skulum þá byrja til dæmis á því fyrsta gátlistanum er þegar við komum að jöfnum á þessu formi hér, þá erum við ekki neinum vandræðum. Samkvæmt höfuðsetningu stærðfræðigreiningar þá höfum við að y er ekkert annað heldur en stofnfall f. Og svona reiknum við ef við ætlum bara að fá formúlu og ef við getum reiknað út formúluna þá getum við skrifa hana og heilda, fá hérna eitt stofnfall og svo bæti ég fasta við. Ef þetta lítur svona út, merkt er f af x og svo er gefið að lausnafallið þegar maður setur eitthvað x inn í að fara í nákvæmlega einhvern ákveðinn punkt. Þá höfum við fyrir okkur sléttuna, hún er í hnitum og þá er hér eitthvað punktur x 0,i0 sem að lausnarferillin verður að fara í gegnum, hvernig svo sem hann lítur út. Hann verður að fara í gegnum þennan punkt og þá tölum við að þetta sé upphafsgildisverkefni. Það er líka bara svona orðfæri en þetta er þá hugsað sem svo að þetta er eitthvað upphafsgildi og við komumst frá því eftir ferlinum. Og þess vegna er þetta að skrifa lausnina líka þessu formi hér fyrir upphafsgildisverkefni að y, það er kannski eitthvað lausnafall phi af x og það er þessi punktur hérna, förum í hann, y0 og svo heildum við frá x0. Hérna verðum við að hafa aðra breytu því við ætlum að heilda upp í x, bara almennt x hérna. F og kallum hann þá bara t, d, t. Þannig þegar við höfum upphafsgildisverkefni þá getum við alltaf list þetta svona eða þá við notum þessa hérna formúlu og finnum c með því að stilla upp jöfnu. Og svo skulum við bara taka eitt dæmi, skulum segja dæmi, það gæti lítið svona út, finnið lausna á þessari deildajöfnu, kosinus af x og það er ekkert erfitt. Við segjum þetta sé almenn lausn því að við fáum heilduna fasta sem er óákvarðaður ef þetta lítur bara svona út og y er það sem við fáum þegar við heildum cos x með til x og fáum þá sinus af x plus eitthvað fasti. Við getum líka haft upphafsgildisverkefni, það er nákvæmlega sama að deilda jafna við svona merktir cos x og svo er gefið að y í 0 eigi kannski að verða 2. Þá getum við kannski gert það á 2 vegu. Eitt er að segja allt í lagi. Við vitum alveg að
Við vitum alveg að skrifa hérna, þetta er almenna lausnin, maður má alveg vera með ákveðnum greini. Svona, þá vitum við náttúrulega út af því sem við vorum að gera áðan að almenna lausnin, þegar nú höfum við upphafskildisverkefni, þá skulum við kalla þetta bara upsilon, að upsilon af x er sínus af x pluss fasti og svo stillum við upsilon í 0, það er 2 og þetta á að vera nákvæmlega það sama og sínus í 0 pluss c, sínus 0 er 0, svo lesa við fáum bara c. Nú þá stendur hérna að c er 2, það er staðið jafnægilegt hér á milli og þá getur ágætt oft að skrifa það svona fyrir þann sem er að lesa. Það ramma þetta einhvern veginn inn og þá séum við sér lausn, það er að segja, það er bara stytting á að segja lausn á upphafskildisverkefninu er þetta fall hér, phi af x er þá sínus af x pluss 2. Þetta er sem sagt upsilon sem við erum að leita að og við þurfum að segja eitthvað aðeins formengi og maður skrifar þá kannski bara skrifa d eða venjulegt d og kenni það við phi, sumir skrifa dom sem er ágætt líka, getur ekki öllum máli, en kannski fyrst myndi maður segja formengi lausnar er d eða í, eitthvað svoleiðis og það er þá, það er enga skorður á því hvað x má vera, þá myndum við bara segja það er allar rauntölur. Svona, kannski er fínt að hafa phi hér. Nú það næsta sem við notum og bæti því þá inn í núna, það er þessi hérna deildajafna, upsilon merkt. Hérna höfum við, hér er fasti og hérna er upsilon sjálf. Þessi jafna var í rauninni smíð af Euler og lausnin er upsilon af x, allt í lagi setjum x, er ykkur fasti sinnum eða x af kx. Koma upp til dæmis þegar koma upp þegar upsilon er einhver stærð, oft er þetta svona tímaháð, eitthvað sem gerist í tíma, þá er x kannski, hugsa maður það sem tíma, er stærð sem breytist samfellt en alltaf í réttu hlutfalli við stærð sín á hverju augnabliki. Svo snjóbolti til dæmis, hann hversu hratt hann eyðist ef hann er kannski að bráðna, það fer eftir því hvað hann er stór. Þannig að k má oft hugsa sem svona prósentu, breytist svona samfellt eða í sífellu í réttu hlutfalli við stærð sína. Það er að segja, og við skoðum í fyrranámskeiði jöfnuð af svona gerð. Við skulum til dæmis eitthvað sem að vera þægilegt, við skulum til dæmis segja, kannski getum við bara hugsað að upsilon sem snjóbolta. Upsilon er sem bara tímaháð stærð, þannig að upsilon sem bara minnkar samfellt. Það minnkar í sífellu bara, samfellt helming, það er gott, helming, á hverjum, segjum bara 5 tímaeiningum. Svo þegar við byrjum að mæla, segjum bara tími sem 0, notum samt x fyrir tíman, segjum bara að þegar við byrjum að mæla þegar x er 0, þá er upsilon í 0 segjum 10. Það eru örugglega þægilega tölur svona. Það er bara 10. Það er 7, eitthvað, kannski er þetta einhverjar rúmfræðieiningar eða annað, en þetta er bara dæmi það hvernig svona deildajöfnur koma upp og þær koma upp til dæmis þegar verið að reikna út helminguna tíma og svo framvegis. Þetta er þá kannski
eitthvað svoleiðis. Við höfum sér dæmi það sem helmingunatíminn var kannski nokkur þúsund ár. Þannig leysum þá, hvað höfum við? Sko, fyrir það fyrsta, þegar við sjáum eðli verkefnisins, þá höfum við þetta í huga að þetta deildajafna af þessari gerð K sinnum Upsilon, og sem Upsilon fall af X. Og bara svona til þess að gera þetta lífilegra þá koma þetta inn ykkur aukaskilyrði. Við höfum þá að minnkar helming á hverjum 5 tímaeiningum til þess að ákvarða þetta K hérna. Þá getum við allavega sagt að eftir 5 tímaeiningar, Upsilon af 5, þess að 5 tímaeiningum eftir 0, þá höfum við bara helmingin af því sem þetta var í byrjun. Þetta á að vera nóg til þess að finna til dæmis K, þetta hlutfallsfasta. Og af eitt leiðir að við vitum á hvað formi lausnin er. Við höfum þá Upsilon einhver fasti sinnum í veldinu Kx, og við getum allavega fundið síð með því að segja gott og vel. Svo gefið að lausnaferillin eigi að liggja í gegnum 0,7. Þá setjum við Upsilon 0 inn, þá á að koma út 7, það er byrjunin. En þetta verður líka að lúta formúlunni sem fasti sinnum í veldinu K, og við setjum rétta tíman inn sem þá 0. Og þetta hér bara jafnan 7 jafnt og C, í 0 er 0, 1 fyrirgefið. Þá höfum við fundið síð, og þar með höfum við þessar upplýsingar að Upsilon af X 7 sinnum í veldinu Kx. Til að finna K-ið, þá notum við þessa hérna, Upsilon af 5. Segjum að þessi hérna, nú stingum bara inn í þessa. Við höfum allavega að Upsilon af 5 ára helmingurinn af 7. Við höfum þá að það eru 7 aðrir. Hvað ég fæ helmingin af því sem þetta var í byrjun. Þess að eftir 5 tímaeiningar þá hefur þetta fyrirbæri í einhverjum eðlisfræðilegum skilningi minnkað helming. Og þetta verður þá líka að lúta jöfnunni. Þetta á að vera 7 sinnum í veldinu K sinnum 5. Og nú horfum við bara á þessa og þessa. Við séum það 7 að beggja vegna jafna merkisins, og leiðis að greinilega kemur upphafsgildið K-inu ekkert við, 7 styttist út. Þannig að við sjáum hér að við fáum, ef ég skrifa nú bara þessa hérna fyrst upp og hálfan hinum megin, að þá höfum við að í veldinu 5K, það er hálfur, og svo tökum við náttúrulega logran beggja vegna, þá fáum við bara 5K, það er jafnt, og svo tekið ellen náttúrulega hinum megin líka, hér höfum við þá hálfan. En þá sjáum við hvað K er. K er 1/50 af logranum af hálfum, og logrin af hálfum er mínustala. Höfum við fundið allt, við höfum fundið K-ið, við höfum fundið C-ið, og við getum sett inn í jöfnuna. Svoleiðis að sérlausnin phi af X, sem ekki að kalla hana phi fyrir ég búin að fínpúsa hana. Bara Upsilon af X C, sem 7, sinnum í veldinu 1/50, og setja K-ið inn, náttúrulega logrin af hálfum, sinnum X. Það eðlilegt að aðeins að laga þetta til. Við skulum skrifa þetta svona. Hér og ln, við reynum alltaf að láta og ln standast á með þess, taka þá allt annað frá. Við erum bara notum veldareglur. Þetta er alveg það sama, nema nú sé ég í veldinu ln hálfur, það er bara hálfur. Þannig ég hérna 7, ég hérna hálfan, og við höfum hérna X á móti 5. Þetta er svarið sem ég áhuga á, að phi af X
7 hálfur í veldinu x á móti 5 og x er bara stærra eða jafnt og 0. Það er svo sem kannski allt í lagi að leyfa það. Það er bara spurning hversu skynsamlega þetta er að leyfa x að vera mínustölu, því að skrifa þetta svona, því þá stækkar hluturinn. Það er ekkert víst að hann gerir það. Þetta er þá svona dæmi fyrirbæri þar sem að við kannski vitum ekki alveg hvað við megum gefa okkur. Við þurfum að þekkja verkefnið vel. Kannski á að gera þetta þá bara svona, 2 í veldinu mínus x á móti 5 svona, til þess að sjá að þetta er minnkandi. Ég getur kannski ekkert sagt. Segjum kannski bara svona. Og ef við deildum phi af x, þá fáum við 7 sinnum í veldun 1/11 sinnum x. Það kemur óbreytt og svo deildum innrafallið. Hérna, þá fáum við fastan sem er k. Þetta passar. Svo er það aðgreinilega deildajöfnur. Aðgreinanlegar deildajöfnur. Eða aðskiljanlegar. Þær verða númer 3 á gáttlistanum. Þegar við fáum verkefni þá athugum við hvort við getum umritað hægri hliðina f af x, y á formið a af x sinnum b af y. Það er alveg staðlað hvernig maður á að horfa á þetta. Fyrst þurfum við að finna núllstöðamengi b. Ef fyrsta sem maður athugar. Ef y er fastafall, það tákna með einhverju láréttri línu, svona. Við sjáum ekki deildajöfnuna á þessari mynd, x á sinn og y á sinn, sem bara y sé hér. Þetta er fastafall, eitthvað svona, y er fasti. Þannig að b af y verði 0. Það sem y er fastafall, við deildum c, þá fáum við 0. Og það þýðir að vinstri hliðin er 0, hægri hliðin er 0. Þannig að fastaföll geta alveg verið lausnir. Og þær eru lausnir ef að uppaskildisverkefnið krefst þess. Og þetta er best að skilja með dæmi og kannski segja við ef aftur á móti við höfum eitthvað annað y, b af y af x er ekki 0, þá hérna megum við deila. Þá fáum við að, ef við horfum á þetta svona, þetta er d í dx og svo færum við dx á hægri hlið og di er kyrrt. Þá fáum við di sinnum 1 á móti b af y, ég er bara fært yfir á vinstri hlið öll b-in, og svo höfum við á hægri hlið a af x dx, það er hérna svona örsmæðajöfnu, og svo heldum við vinstra megin með til y og hægra megin til x. Þá reynum við að leysa þessa jöfnu fyrir y. Segjum dæmi og hérna höfum við deildajöfnu sem lítur svona út, y merkt, setjum x hérna, pluss y, jafnt og 3. Deildajöfnurnar þurfa alltaf að vera á stöðluðu formi, það er að segja, hér á alltaf að vera 1. Þannig við spyrjum, til lagi, má ég deila með x og ég vil athuga hvort hún er aðgreinaleg. Má ég deila með x? Já, ef x er ekki 0. Þannig að þetta er ekkert mál ef uppaskildisverkefni væri svona að y í sem 3, bara eitthvað annað en 0, væri til dæmis 1. En ef uppaskildisverkefnið er svona, y af 0 er eitthvað sem, ég veit það, kemur svona lausn til álita. Og í staðinn fyrir að skrifa ég veit það ekki, þá skulum bara segja y0 og þurfum að finna hvað það gæti það hugsanlega verið. Það sem ég geri einfallega, ég set 0 hérna inn, nú þá er þetta farið. Þannig að eini möguleikin er að y sé 3. Þannig að ef að uppaskildisverkefni kveður á það að x verður að vera 0, hvað verður þá y að vera? Og það verður að vera 1, 2, 3. Það er eina sem ég getur gert ef þetta er gefinn punktur. En þá er þetta alltaf lausnin. Þannig að eini möguleikin er 3. Það er hér staðið 4.
engin lausn. Ef hér stendur eitthvað annað en 3, þá er engin lausn. Lausn upp að skildisverkefni, ætlaði ég að segja, þá er þetta sérlausn. Og hvað á x-ið að vera? Þá er hvað sem er. Það byrjar hér og kemst ekki að þessari línu. En við vorum með þetta svona. Allt í lagi. Aftur, segjum bara þetta sé A. Skoðum svo eitthvað aðeins annað. B. Sama deildarjafna, plús y jafnt og 3. Y í 0 er 4. Engin lausn. Og þá eru búin að afgreiða 0. Það er skemmt að segja draga sem mestar upplýsingar út úr þessu. Engin lausn. Þá skulum við forðast 0. Og nú skoðum við svona tilvik. Ef x er ekki 0, sem sagt annarkvort er x hérna megin eða hérna megin við 0. Og við skulum bara hreinlega búa okkar til upp að skildisverkefni. Segja að y er 2 jafnt og 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Þetta er þá punkturinn 2,4 sem að lausna ferillin á að liggja í gegnum. Nú er allt mikið þægilegra vegna þess að nálægt þessum punkti erum við langt frá 0. Við skortum nógu langt frá 0. Og þá höfum við deildarjöfnuna x mert plús jafnt og 3. Og ef hún er aðgreinileg, þá er alltaf auðvelt að vinna. Og hún er það. Við skulum færa yfir á hægri hlið. Fáum x mert jafnt og 3 mínus og deili í gegn með x. Það er allt í lagi. Vegna þess að hvernig svo sem lausnaferillinn er, þá dregur hann aldrei nema að í jásnum og hann kemst ekki í gegnum hann. Þá fáum við mert er 1 á móti x sinnum 3 mínus og þetta er greinilega jafna og hún er aðgreinileg með a af x, þetta er fall sem 1 á móti x og b af sem 3 mínus y og við viljum deila. Við viljum færa 3 mínus y yfir á vinstri hliðina. Það er eins og breyta dæminu. Hér sé 3. Það er hérna. Ef þetta hefur verið 3. Sko, við mögum ekki rugla þessu sama við það sem að gera áðan. Þá að forsenda svo hérna í liðnum að x-ið væri 0. Ef x-ið er 0, þá verður að vera 3. Hér erum við að skoða annað. Nú er x-ið ekki 0, en er 3. Er til lausnaferill sem liggur í gegnum þennan punkt. Ef þetta er gefið í upphafi, við skulum að finna eina mögulega lausn. Þá sjáum við, allt í lagi, er 3. Þá er hægri hliðin 0. Og að því er fasti, þá er afleiðan 0. Þannig að jafnt og 3, eða 3 mínus jafnt og 0, uppfyllir deildarjöfnuna, en það þýðir, samkvæmt skilgreiningunni, eða það verður bara að gilda, að pallið okkar getur bara verið 3. Þetta er sem sagt lausnin. Ef við vitum að byrjar þessum punkti í lausnaferillinn, þá kemst hann ekki af þessum lárétta ferli. Þetta byrjar x-ið má, getur ekki orðið 0, þannig að hann kemst að þessum punkti svona, og síðan er x-ið hvað sem er. X er bara stærri 0. Nú skulum við hafa eitthvað annað en 3. Við höfum hérna d-lið og sem hafa x-ið til dæmis 2 áfram og y-ið 4. Það er að segja, við erum upp að skildisverkefni sem er þannig að ef við setjum 2 inn í fallið þá er við farið í hæðina 4. Og það er sama deildarjafna x mert plús jafnt og 3. Við sjáum hérna að þetta er ekkert erfitt. Við megum að deila. Við erum bara að skoða tölur sem eru nálægt, yfirleitt er það þannig, sem er nálægt 2.
og svo höfum við hérna svona 4, þannig við deilum og fá nákvæmlega svo áðan y mert er 1 á móti x og svo 3 mínus y. Y er ekki 3, svo að við getum aðgreint fáum 1 á móti 3 mínus y er 1 á móti x og hér höfum við d í dx, þannig að það er að horfa það þannig. Þá getum við fært dx á hægri hlið, hugsa þetta á nokkra vegu. Þannig að d í hér jafnaðarmerki dx. Svona að hugsa þetta í staðan fyrir 3 mínus y, hafa y mínus 3. Ég fæ það fram með því að margfalda með mínus 1 í gegnum jöfnuna. Þá skrifa y mínus 3 margfalda með mínus 1 hér og þá kemur mínus hérna líka, svo allt sem nú satt. Og nú get ég heildað og þá fæ ég næst kannski ætla að sýna þetta kannski svona svipulegt mínusinn hérna og þá fæ ég náttúrulega logran af tölugildin af y mínus 3 pluss einhver heildunarfasti. Þetta er jafnt og mínus náttúrulega logran af tölugildin af x pluss einhver annar heildunarfasti. Ég færi lograna saman á eina hlið. Ég fæ hérna logran af y mínus 3 pluss logran af tölugildin af x. Þetta er jafnt og c2 mínus c1 og svo segir maður bara yfirleitt skilgreini þetta bara sem c. Þetta er bara óákveðið fasti. Svo notum við lograreglur og fáum hérna logrin af, já, hvað erum við með? Y mínus 3 sinnum tölugildið af x, svona, tölugildi sinnum tölugildi, sem má taka það saman og breytið þessum svígum hér bara í tölugildi sviga, og y mínus 3, svigi, x, tölugildi, fasti, og hérna erum við logra, og svo setjum við þetta í veldi af e og þetta í veldi af e og þetta við og hvort annað upp og þannig að við erum með tölugildi af einhverju stærð jafnt og fasti e-veldinu c sem er alltaf jákvæð stærð. Felli tölugildið og fæ y mínus 3 sinnum x er þá bara pluss mínus c. Þannig þetta er þá bara einhver rauntalna fasti, ekki 0. Nota stundum þessi stjörnu til að stróka 0 út. Eða maður skrifa bara tek úr þessu mengi stakið 0. Ég veit ekkert hvað þetta er. Ég veit bara að þetta er ekki 0. Eina sem ég veit. Þannig að ég get alveg kallað þetta hvað sem er. Skrifa hérna hjá mér fyrir það sem er að lesa. Ég ætla bara að segja a, þetta er fastin a, kemur í staðin fyrir pluss mínus e í veldinu c. Svo lesa við höfum þá að y mínus 3 sinnum x er einhver rauntala a og a er ekki 0. Og svo deilum við með x í gegn og færum svo 3 yfir. Y er þá deilum með x, fáum a á móti x og færum svo 3 yfir. Svona. X, já, við vorum upp á skeytisverkefni, x er bara stærri en 0. En þá er þetta komið. Ég get bara kallað þetta strax sérlausnina mína. Svona, ég ætla að finna a-ið. Þess að vera rólegur, bara svona. Hvernig finn ég a? Hún ætla að fara í gegnum punktin 2,4. 2,4. Þannig að við stillum upp 4. Það sem að færi þeim östu 2 inn. Þetta á að vera a deilt með 4 pluss 3 og við færum þá eða leggjum mínus 3 við begja vegna og margveld okkur 4 aðtekjum 2. Svona færum 3 yfir, þá erum við með 1 sam og helmingurinn af a, þá lítur a að vera 2. A er 2. Þá er það komið. Sérlausn sem liggur í gegnum punkti 2,4 er fallið phi af x jafnt og 3 pluss 2 á móti x og x er stærri en 0 og ég rís upp mynd. Ég læt Matla teikna mynd eða GeoGebru eða hvað sem er. En
gott að teikna alltaf upp myndir. Maður veist ákveðið innsæi með tímanum. 1, 2, 3, 4, svona. Og hann kemur héðan, hér í gegnum 2,4 og hérna 3. Hérna láréttalínan, lágfella, og hann stefnir á hana. Þetta verður lágfella. Hér fáum við lóðfellu. Þannig að þegar við sjáum það nú, sem sagt ef að við skoðum phi af x þegar bara svona gamni, þegar x stefnir á plús óendanlegt, þá fáum við 3. Sem sagt þegar x stefnir á plús óendanlegt, þá stefnir upsilon mert á 0. Þannig að við hefum líka getað velt þeirri spurningu fyrir okkur hér. Upsilon mert jafnt á 0. Hvað veitum það? Við sjáum núna á formúlinu sem við fengum, við gátum ekki að segja þetta í byrjun, að jú, þetta getur alveg gerst og við fáum upsilon jafnt á 3 ef x stefnir á óendanlegt. Þannig þetta er svona enn ein leiðin til þess að hugsa þetta. Við sjáum núna að kunstin í þessum fræðum er að byrja á einföldum dæmum og velta þeim fyrir sér. Leið og maður er búin að negla 1, 2, 3 svona dæmi þar sem maður tekur fyrir alla möguleika, þá er þetta nú oft hreinlega bara algebran. Fáum maður föll sem eru snúin og erfið viðregnar, þá höfum við vélar. Ég vil taka annað dæmi af þessari hérna gerð, aðgreinilega deildarjöfnu. Við vitum til dæmis að ef við gerum þetta áðan, ef upsilon er jafnt á kósínus af x og svo gefið eitthvað upp að skildisverkefni, þá er það ekkert erfitt. Upsilon er bara sínus með einhverju hliðrun upp. En þetta er erfitt. Hvaða fall er þannig að þegar maður deildar það, þá fær maður kósínus af því sjálfu. Og hér erum við að leita falli sem er háð x og x er óháða breytan. X er rauntala. Ég sé núna, ef ég hugsa þetta dæmi, að þetta er aðgreinileg deildarjafna. Fyrsta skref, þetta er aðgreinileg deildarjafna. Fyrsta skref, áður ég deili, þá verði ég að svara þessari spurningu fyrir hvaða upsilon er kósínus af í 0. Það eru 0 stöðvar kósínus og 0 stöðvar kósínus eru margar. 0 stöðvar kósínusfallsins, já, pi r er 0 stöð og svo fæ ég alltaf á pi fresti, þar að segja legg alltaf heilt margfaldi af pi við, þá fæ ég líka 0 stöð. Og að því þetta er mengi, þá er ég vist þess að slaufu hér og hér þarf ég að tilgreina frekar skilyrðin sem til að skýra út nákvæmlega hvað stendur hérna. K er sem sagt heildala, heilt margfaldi. Þetta er 0 stöð mengi kósinus. Þannig að áður ég byrja nokkuð að reikna, þá sé ég að þetta getur gerst. Ef kósinus er pi-arir, setjum það bara hér, ef kósinus er pi-arir, upsilon er pi-arir, ætlaði að segja, upsilon er pi-arir, þá er hægri hliðin 0 og upsilon er fastafall. Ef við deilda fastafall, þá fæ ég 0. Svoleiðis að upsilon jafnt á pi-arir uppfyllir jöfnuna. 0 er 0. En líka ef ég set inn upsilon er, já þetta er svona jafnt langt frá x-osnum. Upsilon er, ef upsilon er mínus pi-arir. Ég setja þetta hér inn, kósinus af mínus pi-arir með 0. Og upsilon er fastafall, og deilda það, þá fæ ég 0. Þannig þetta er líka laust. Og svo get ég haldið áfram. Mínus 3 pi-arir, þetta er laust. Og svo hérna fyrir ofan. Hérna. Upsilon jafnt á 3 pi-arir. Svoleiðis að ef ég fæ nú svona deildarjöfnu og við segja að það sé gefið að lausnaferlinn fari í gegnum þennan punkt hérna, við skulum bara segja þetta sé 1, x jafnt á 1
og þetta sé punkturinn þá 1, pi aðrir. Þá er þetta lausnin. Upsilon er hálft pi fyrir öll x. Búið. Allt í lagi. Ef ég hefði hins vegar fengið 2 og hérna bara einhver punktur. Hann liggur ekki á þessum lágfellum. Hann liggur hérna á milli þeirra. Smátt og smátt sjáum við að hafa hann þægilegri. Ég ætla bara að skoða þennan, rannsökum þetta. 3 pi aðrir. 3 pi, það er meira en 9, minni en 10, helmingun af því þetta er svona meira en 4,5 og minni en 5. Þannig að skulum segja bara þetta sé punkturinn 0,4. Segja það. Sjá bara hvað gerist. Allavega, við ætlum að reyna að finna út hvað gerist. Nú er ég ekki í vandræðum. Ef ég set 0 inn, ef ég set 4 fyrir gefi í staðinn fyrir upsilon, þá fæ ég kosinus af 4 sem er náttúrulega ekki 0. Nú má ég deila og ég hef skrifum þetta svona, kannski er auðveldar að hugsa þannig di dx sem er ímerkt, að þá fáum við að þessi hérna jafna, af því að upsilon er ekki í núllstöðvamengi kosinus, þá er þessi þarna jafna jafngild di, ég ætla að deila með kosinus, þá fæ ég frækt fall sem heitir sekant og hægra megin höfum við bara 1 og u dx og svo heildum við. Hér myndi ég nú halda að við notum kannski flest vélar og það er bara gott að blessað. Við ætlum ekki að muna öll þessi erfiðu stofföll, en stofffallið er lágri á alltaf tölugildi af 1 móti kosi plus tani plus fasti jafnt og x plus fasti og við tökum fastana saman hér á hægri hlið. Og svo er það sama sagan til þess að komast í kosinus og tangensin, þá hef ég veldi af e og þá líka hér og þá verður vinstri hliðin bara tölugildið af kosi plus tani og hér höfum við, þetta er e í veldinu x sinnum e í veldinu c sem er bara fasti þá, e í veldinu c jákvæðu fasti, þannig ég ætla að kalla hann bara a sinnum e í veldinu x og ég þarf að segja frá því hvaðan þetta a kemur í staðinn fyrir þennan jákvæða fasta hér. Ég held að það verið fullbráður á mér. Ég ætla að láta hann standa svo ég þurfi ekki að gera þetta aftur. Það var plus mínus e í veldinu c og svo felli ég tölugildið og þá fæ ég 1 á móti kosi plus tani er a sinnum e í veldinu x. Við getum fundið a núna. Það er sennilega þægilegast að finna a núna. Það er sennilega auðveldara heldur en ef við höldum áfram. Segjum bara finnum a. Við megum gera það bara leið að við getum. Eða ákvörðum a. Og það er, í staðinn fyrir upsilon verði ég að setja 4. Þetta er sést það. Þannig ég fæ 1 á móti kos 4 plus tangens af 4 jafnt og a og x-ið á að vera 0. Þetta er æð. Og er þá ekki alveg eins gott að kalla a-ið bara sem sagt a er þessi tala, kannski
þetta að skrifa þetta svona, ég veit ekki, skiptir engum máli. Kós 4 og hana setjum við ekki inn fyrir en þá í lokin þegar við viljum nota vasareiknin. Og við erum ekkert að slumpa á þetta er bara eitthvað sem við geymum, þetta er æð. Og nú getur ég nota það sem við töluðum í byrjun að við höfum 1 á móti kós í pluss tan í og ef ég bara endurtaka mig hér má segja minnstu kosti á prófi upsilon er fólgið fall bara falið, komist ekki í það fólgið fall af x í jöfnunni og þá kannski eðlilega að skrifa jöfnuna hérna fyrir neðan og þá hugsa maður þessi svo ef maður hefði tíma þá undum að leysa hana. Það er ekki verra að segja frá því að upsilonið geti ekki farið upp í 3 pjarir og geti ekki farið niður fyrir lausnaferillinn. Sjá þetta alltaf betur og betur, hann er fastur hér á milli. En við ætlum að sækja upsilon og ég ætla bara að gera þetta aftur vegna þess að þessi tækni nýtist okkur vel. Ég læt t vera tangens af hálfuhorninu og þá er 1 á móti kosinus verður þá 1 pluss t í öðru á móti 1 mínus t í öðru og tangens sem verður 2t á móti 1 mínus t í öðru og þetta verður 1 pluss t allt í öðru deilt með 1 mínus t í öðru. Við einfölduðum, fengum 1 pluss t deilt með 1 mínus t. Þetta á alltaf vera þetta er 1 mínus pluss t deilt með 1 mínus t og þetta á alltaf vera a sinnum e í veldinu x og þetta er sem sagt sama að segja að 1 mínus a sinnum e í veldinu x á móti 1 pluss a sinnum e í veldinu x er þá mínus t. Við ætlum að finna hvað t er. Það er að segja tangens af upsilon á móti 2, það var t-ið. Þá sjáum við það er margveldum með mínus í gegnum jöfnuna, það er a sinnum e í veldinu x mínus 1 á móti, ég ætla að skrifa núna bara þennan á undan og þennan á eftir, a sinnum e í veldinu x pluss 1 og hvað höfum við þá? Þá er upsilon á móti 2, það er arktan af þessari þarna stærð a e x mínus 1 á móti a sinnum e x pluss 1 og það getur verið upplýsandi að horfa á hana svona. Þetta er arktan ef ég deili fyrir ofan og neðan strik með e í veldinu x þá fæ ég a sinnum e í veldinu mínus x á móti a pluss e í veldinu mínus x og ef ég læt x stefna óendalegt þá fæ ég arktan af 1. Þá fæ ég arktan af 1. Já, gott og vel. Hérna endaði ég á þann. Smá kaffi. Og með þessari fullyrðingu að arktan af 1 upp í 4. Þá skulum við aftur rifja upp það sem við vitum tangensins og við getum haldið áfram að við getum teiknað tangensferðla hér. Við skulum hafa í-ás, hérna x-ás og hérna getum dregið lóðfellurnar. Ég ætla að vinna okkur á þetta og ég er að teikna hérna bíl hvert að lengdinni pí og kannski teiknum hérna tangens
og hér kemur annar tangens sem þetta núlið hérna og hér enn tangensinn mínus pi og hérna loðfellurnar pi aðrir hér mínus pi aðrir þar 3 pi aðrir hér mínus 3 pi aðrir þar og það sem að við þurfum að gera er að þýða þessa hugmyndi úr arkatangensinn og kannski finnst okkur bara ekkert mál nema hvað að við skrifum þetta út svona að ef að ypsilon, eitthvað sem kalla kannski eitthvað annað núna ypsilon frátekjufrítt, ef að zeta er til dæmis tangens af einhverju tölu, skulum bara kalla hana t, hún hérna og varpast á hingað og finnum hér á jösnum hvað fallgildum gefur svona þá varpast t plus pi og t mínus pi í sömu hæð það er jú þetta sem það þýðir eitthvað sem lótabundið og hérna hefur við þá t mínus pi og síðan tangens af t plus pi og svo framvegis eða almennt bara þá er þetta tangens af t sem bara plus einhver heiltala sem pi kannski fallegra að hafa það mínus eða skiptir þetta engu máli k er heiltala nú hvernig er þetta þá fyrir dæmið okkar skrifum þá jöfnun upp við höfum arkatangens við höfum ypsilon er tvísvarsinnum og svo höfum við arkartangens af a mínus e í veldinu mínus 6 á móti a plus e í veldinu mínus 6 það sem að þessi tala a var þetta er mínustala mínus 0,37 eitthvað ég sló þessu bara inn í vasareikni núna með ég fekk með kaffi og en það sem við þurfum að gera við þurfum að komast þér í þetta hæð við rifjum upp hvað við vorum að við þurfum að komast hingað og þá notum við þessa eiginleika tangensfallsins að við horfum bara á þessa jöfnu og þessa jöfnu að tangens að þessum stærðum er sama útkoman og þetta allt hér í hlutverki setu þannig að þessi hérna jafna er líka rétt pi og þessi hérna jafna er þá líka rétt þá er kannski bara eðlilega að segja að þetta er arkatangensinn sem er bara skilgreindur frá mínus pi öðrum upp í pi þannig að þessi hérna stærð arkatangens eins og við skoðum áðan þessi getur aldrei verið stærri en pi og aldrei minni heldur en mínus pi nú tvöföldum við og þá fáum við að þessi tala þarna hún klemmist á milli mínus pi og pi og svo sögðum við áðan bara með því að rannsaka hlutina ef að x stefnir á óendanlegt þá verður þetta í heild sinni að 0 og þetta verður 0 þá fáum við a deilt með a og það er 1 og arktangans einum er pi fjórðu þannig að þetta stefnir á tvísvarsinum pi fjórðu sem eru pi aðrir þá er efri lóðfellan sem við þurfum að leita að hún er pi aðrir plus k pi og nú skulum við bara horfa á myndina
hver er hún? Hún er þessi hér. Þannig að fallið okkar, það kemst aldrei upp fyrir þessa, eða niður fyrir þessa. Þannig að við viljum leysa þessa jöfnu, 3π aðrir. Nei, það er ekki bara k-ið 1. Þessu k er 1. Við leysa það í okkar dæmi, þá er þetta komið. Þetta er bara svona. Og þá erum við búin að leysa þessa erfiðu afleiðujöfnu. Við vorum sem sagt að leysa þessa jöfnu hér. Að epsilon merkt er kósinus af epsilon. Þá er það 4. Skulum skoða fjórðu. Og hún er svona, epsilon merkt er q af x mínus p af x epsilon. Þetta er þessi línuleg, kölluð línuleg fyrsta stigs deildarjafna, venjuleg deildarjafna. Svona. Öl er sett hana fram á þessu formi, epsilon merkt plus p af x epsilon jafnt og q af x. Sem að Euler hvatti okkur til að gera var að skilgreina þessa stærð í veldinu stofnfall p. Þá er lausnarfallið alltaf epsilon er fall af x sem að hefur þessa hérna formúlu. Það er fasti á móti h af x plus heildi og hérna höfum við einn á móti h af x heildi h af x og hérna qx dx. Svona. Þetta er svona formúlan og ef við höfum upphafsgildisverkefni þá getum við fundið fastan c. Og við skulum að taka skrefin og leysa aftur dæmið x epsilon merkt plus epsilon jafnt og 3. Þetta er jafnan sem við leystum áðan með því að sjá að þessi deildarjafna er aðgreinaleg. En hún fellur líka undir það að vera línuleg fyrsta stigs venjuleg deildarjafna og sem við getum leyst líka kalla að þetta er PQ deildarjafna og skulum hafa uppáskildi sem að gerir okkur kleift að þurfa ekki að velta okkur og mikið upp úr því að deila með 0, þannig við skulum segja epsilon af 2 á að vera 4. Og þá megum við deila til þess að staðlana. Hún verður að vera á þessu formi hér. Epsilon merkt plus 1 á móti x. Epsilon er 1 á móti x sinnum 3. Kannski bara segja 3 á móti x. 3 á móti x. Og við getum skráð hjá okkur. Þetta hér p af x er 1 á móti x, q af x er 3 á móti x. Við skulum þá reikna heildunarþáttinn eða heild h af x er e í veldinu stofnfall eða p dx og stofnfall breiðbáfallsins 1 á móti x er e í veldinu lóðrin af tölugildin af x plus fasti sem að þá hægt að skrifa sem e í veldinu c sinnum e í veldinu ln af tölugildin af x og þess að vita hvað við erum að velja
þá er punkturinn sem að skoða, hann er 2 og 4, hann er hérna 2,4, ferlinn á að liggja hér í gegn. Svoleiðis að tölugildið af x er x, þess að við höfum að x er stærri en 0. Formingið er hérna, þetta er x-ásinn og þetta er y-ásinn og þetta er bara ykkur fast í e-veldinu, sé bara ykkur fast í hann í jákvæður, gott og vel. Látum að það bara standa og þetta verður þá e sinnum e-veldinu sé sinnum x. Við þurfum ekki að hafa hann að fasta e-veldinu sé með því að hafa hann með. Og í staðan fyrir að setja beint inn í formúlu þá skulum við taka öll skrefin. Öllu sagði að við ættum að margfalda í gegnum stöðluðu deildajöfnuna, þess að hérna með heildunarþættinum, og þá margföldum við með þessari hérna tölu við sér hvern lið. Og þá fáum við e í veldinu sé x sinnum fyrsti liðurinn. Það verður í mert pluss e í veldinu sé x sinnum annar liðurinn. Fáum þá sinnum 1 á móti x sinnum y. Og þetta voru jafnt og e veldinu sé x sinnum q-liðurinn e veldinu sé x sinnum 3 á móti x. Og þá sjáum við náttúrulega að e-veldinu sé er hérna þáttur í öllum liðum og það má því fara og það er nákvæmlega það sem gerist alltaf. Þess vegna er þessi heildunar fasti hér yfirleitt valinn sem 0. Hann skiptir engu máli. Við mögum bara velja þægilegasta stoppfallið sem að getum hugsað okkur og það væri þá bara e-veldinu ln x. Þá fáum við, og þess að gera nú langa sögu stutta, ekki skrifa þetta upp margoft, svona. Þá erum við aftur komin með það sem við höfðum í byrjun. Sem sagt, hún var það sem kallað er nákvæm. Að hún sé nákvæm, það þýðir með öðrum orðum að vinstri hliðin er kannski bara verið tótilega skveit aftur, að vinstri hliðin er tilbúin, það er að segja x sinnum y mert. Heildunarþátturinn sinnum y er nákvæmlega þetta hérna, hún er nákvæm. Og sem sagt þessi hérna, hún var með innbyggðum heildunarþætti. Hér losum við heildunarþáttinn og hér fundum við út að svona var rétt að vinna með hana. Allt í lagi, við vitum það. Og þá fáum við hér að við prófa að deilda fólki hér upp úr þessar jöfnu, þá fáum við þessa hér. Að þetta er þá þristur. Og svo heildum við þessa síðustu jöfnu og fáum x y pluss fasti er 3x pluss fasti. Og svo tökum við fastana saman á hægri hlið og segjum allt í lagi sé kemur í stað fyrir mismuninn c2 mínus c1. Og svo deilum við gegn með x. X er ekkert hættulegt. Þá fáum við uppsöluna jafnt og 3 pluss c á móti x. Og til þess að finna c, þá segjum við þegar allt í lagi, þegar x-ið er 2, þá uppsölunið að vera 4. Svo drögum við 3 frá 4, fáum 1 og c er 2. Svona, og þá getum við sagt fallið
phi af x jafnt og 3 pluss, vorum á það hérna, pluss 2 yfir x, þar sem að x er stærri en 0, er selvlaust. Eða selvlausnin sem við erum að leita, eða kannski bara segja þetta fullum fetum, laust á gefnu uppaskildisverkefni. Uppaskildisverkefninu, svona. Og þá séum við þetta gott og svo verður seinni parturinn eingöngu þessar hérna jöfnur og hvaða þýðir að þessi nákvæmar eður ei. Nú alveg jafngilt þessu að skrifa hana á þessu hérna formi mdx plus ndi jafnt og 0 af hverju. Svona.